spennandi plötur fyrir íslenska sumarið. Greifarnir dúkk upp glaður og reiðir með öll sín vinsælustu lög og 4 splungun ný. Stjórnin með 5 ný lög og ný sumarmix af eldri lögum. Öll vinsælustu lög upplyftingar loksins á einni geislaplötu. Sín. Góð með snakkinu. Nú sjáum við beina útsendingu frá stórleik í Sjóvá almenningsdeildinni. Það lengjan sem býður til leiks. Komið sælir áhorfendur góður og velkomin til leiks með okkur í Sjóvá almenningsdeildinni. Við erum hér í 10. umferð á Fylkisvelli þar sem heimamenn hér í sínum appelsínugulu treyjum taka á móti græn- og hvítklæddum Kópavogsmönnum úr Breiðabliki. Staðan er 0-0 og það eru einar 4 mínútur liðnar eða svo. Blikar hafa byrjað meiri krafti á 2 skot að marki og hér áðan munaði nú minnst að þeir skoruðu. En sem betur fer fyrir Fylkismenn, því miður fyrir Kópavogsbúa þá var ekki mark, hvernig sem menn líta nú á þetta. En dómari í þessu leik er Pétur nokkur Sigursson, Pétur með jóði eins og hann er kallaður, skrifað P-J-E-T-U-R en ekki P-J-T-U-R eins og yfirleitt er skrifað þetta ágæta nafn. En línuverðir eða réttar sagt aðstofa dómarar eru Einar Guðmundsson og Garðar Örn Hinriksson. Og þá koma Blikar allt til að renna yfir hvernig liðskipan hjá þeim er á gestunum hér í þessum leik. Siggi Donna eða Sigurður Halldórsson, þjálfari þeirra. Hann er orðinn svona hárlítill, hann fór í hárskurð all svakalegan þegar að Breiðabliksmenn sigruðu í sínu fyrsta leik daginn, tóku þá Stjörnuna á 3-0 og það var eitthvað áheit í gangi og Siggi Donna fór í klippingu hjá strákunum. En hann stillir upp leikkerfinu 4-1 og síðan 4-1. Það má segja að þetta sé svona 5-4-1 hjá Sigga Donna og Blikunum. Hákon Sverrisson er þarna aðeins fyrir framan vörnina. Kristó! En Kári Sigurðsson, nýráðinn þjálfari Fylkismanna, hér í sínum öðrum leik í deildinni sem stjórnandi Fylkis. Hann notar 4 í vörninni og síðan 2 fasta miðjumenn, 2 kantmenn og 2 frammi. Svona nokkuð hefðbundið 4-4-2 hjá Fylkismönnum. Hér kemur Þórhallur Dan Jóhannsson, skemmtilegu leikmaður, sá drengur nr. 11 og hann leikur á hægri kantinum og vinstra megin er Andri Martinsson. Sjáum við Sigga Donna. Já, það er ekki mikið hára eftir eins og við sjáum. En þá Kjartan Einarsson fyrir Blika á móti Enis Čokić. Og best að hafa þennan framburð alveg á hreinu. Eru Blikar að fá sína aðra aukaspyrnu í þessu leik. Þetta er búið svona rólegt til að byrja með. Fáar aukaspyrnur sem sagt, 3 komnar. Endurtakandi strákar mínir. Hér sjáum við undrun á svipinu og Sigurði, þjálfara. Hann var ekki alveg sáttur við að láta endurtaka þetta. Fannst Fylkismenn hagnast aðeins á þessu. Já, en aukaspyrnur skal taka Theodór Hervarsson og Fylkismenn bæja hættunum frá. Hér glóðvolg úrslit úr leik IBVF og FC Lantana í forkeppni, Evrópukeppni félagsliða. Leikurinn fór fram í Eyjum í dag, hófst klukkan 18 og lauk núna fyrir svona 15 mínútum. Og leikar fóru þannig 0-0. Sem sagt, IBVF er úr leik. Þeir töpuðu fyrir leiknum 1-2 úti. Og þess að FC Lantana er komið áfram í Evrópukeppninni. IBVF er úr leik. En fyrir í dag tryggðu Skagamenn sér áframhaldandi þátttöku í Evrópukeppninni. Þeir töpuðu 1-0 fyrir FC Silex í Makedóníu í heita pottinu þar. Það verður 30 stigi hiti þar eitthvað svoleiðis.
En Skagamenn töpuðu 1-0, markið var skorað í fyrri hálfleik og eins og flestir sparkunundu vita þá unnu Skagamenn fyrir leikinn 2-0. En hér eru Blikar að fá hornspyrnu og já, ekki munaði miklu þarna. Ég held að vera Sævar Pétursson sem átti þennan skalla, en boltinn rétt yfir og Sævar aðgáðsvarður hér á upphafsmínútunum. Það munar litlu hann skoraði áðan og ég held að Siggi Donna hafi verið að segja að þetta er allt í lagi og ef ég skildi þetta rétt. En hér er dæmd aukaspyrna á Fylki. Þessi lið hafa 6 og 3 stig, Breiðabliksmenn með 6 stig í næstneðsta sæti, Fylkir er í neðsta sæti með 3 stig og þegar þessi lið mættust í fyrstu umferð í Kópavoginum þá fóru leikar 1-6 fyrir Fylki, hvorki meira en minna. Þannig að Blikar ætla sér örugglega hefna fyrir það heldur betur. Það óvænta tap eins og menn sögðu þá að það væri. Og það er einu sigur og einu stig Fylkis í mótinu til þessa. Síðan hafa þeir tapað 8 leikjum. Tapað 8 leikjum, unnu fyrsta leikinn og svo spurning hvað gerist hér í kvöld. Hvort að Fylkismenn ná að sigra Blikana öðru sinni. En Blikarnir þeir unnu Stjörnuna daginn og 3-0 örugglega samfærandi í Kópavogi. Spurningi hvort að þeir séu komnir í gang sem að léku til úrslita í litlu bikarkeppninni á móti Skagamönnum og töpuðu þar í framlengdu leik. Og hér sjáum við áðan þegar Kristófer tók hornspyrnuna. Jú, það er enda Kjartan sem á þennan skall en ekki Sævar Pétursson, Kjartan Antonsson. En það var Sævar sem að hefur verið grimmur hérna að koma fram. Hér sjáum við Ólaf Stígsson, Fylkismann með innkast. Já, hér kemur það. Aukaspyrna. Þetta er þriðju aukaspyrna sem Blikar fá. Og þá kemur Kjartan og Arnar Gretarsson. Og hvað ætlar Arnar að gera? Hann fær innkast, hann fær bara innkast út úr þessu, ekki er það horn. Og Kristó, látt hann taka á bara. Já, látt hann taka á. Já. Þetta eru skilaboð til Kristófers Sigurðssonar og hér er Hákon Sverrisson og Theodor Hervarsson og Hákon. Og mikil barátta þarna sem enda með því að þeir koma Fylkismenn. Það er Finnur Kolbeinsson, sendingu fram að Bjarka Pétursson sem er í treyju númer 9. Það er senn að þegar kemur svona bolti fyrir einhvern tímann langt út af eða eitthvað, þá förum við að fá liðin hér upp á skjáin hjá okkur. Við höfum tíma til. Ég sjáum við Þórhall Dan Jóhansson. Hann er snjallleikmaður eins og ég sagði hér áðan. Mjög fljótur. Og hér er það Aðalsteinn Víglundsson sem tekur þetta. Hann leikur í stöðu aftasta varnarmanns hjá Fylki. Og þá koma Blikarnir. Arnar Gretarsson. Þessi bolti var nú ekki góður. Átti að vera Kjartan Einarsson. Kjartan náði þessu bolti ekki þó hann sé nú fljótur að hlaupa. Þá Aðalsteinn fyrir Fylki. Og sjáum við Þórhall Dan. Á hér í höggi við Kjartan. Og hvað verður á þessu? Bjarki þarna í baráttunni og Andri var þarna reynda líka en ekkert verður þessu sinnu hjá Jæja, býðu nú aðeins. Er Ívar að sleppa hér í gegn? Ívar Sigurjónsson vildi fá aukaspyrnu, fær ekki. Þarna áttustur við Ómar Valdimarsson númer 4 og Ívar er nýkominn inn í byrjunarliði hjá Blikum. Skemmtilegur strákur, fljótur og óséð lífinn. Og hann vantar svona smá reynslu hjá honum en það kemur náttúrulega ekkert öðruvísi en að spila nógu marga leiki. Og hér Karta Klía í markinu og Theodor Hervarsson, maður sem við þekkjum vel sem að leik með Skagamönnum. Þá Ívar gerði þetta vel og þá Theodor
Og gott spil hjá Blikum. Missa klaufalega Kristi Tómasson. Nei, hvað var hann að gera þarna? Hugsunin var góð. Hann var alltaf að senda hann á Þórhald Dan inn fyrir. Tókst ekki. Og hér koma Fylkismenn. Kristi Tómasson komið hér vel aftur. Já, hann hefur nú yfirleitt verið þarna frammi. En það er spurning hvernig þetta á að vera hjá Fylkismönnum. Það var aft þarna stöðuskipti hann og Finnur fór fram. Og þá droppa maður tilbaka. Þetta er, já, menn verða að tala saman í þessu. Og þetta er fyrsta hornspyrnan sem að Fylkismenn fá í þessu leik. Þá kemur Ásgeir Ásgeirsson. Ásgeir Már Ásgeirsson. Og tekur þessa hornspyrnu. Þeir eru komnið þarna inn í bakkann, Bjarki og félagar í Fylki. Hvort er Ómar Valdimarsson ekki líka þarna og hér. Og hvað er að gerast hér? Og jú, þetta var Finnur Kolbeinsson með góða sendingu hér á Ásgeir. Og hvað ætlar Ásgeir að gera? Nei. Hann var alltaf seint að senda þennan bolta fyrir. En fær hornspyrnu. Hann ætti að vera búinn að koma með þennan bolta. Jói Sigur Haldarsson. Nokkuð áhyggjufullur. Og þá hornspyrnan. Og Ásgeir fær boltan aftur. Og nei, það var ekkert úr þessu. Að sinni Andri. Já. Sjáum að Blikar eiga mestu vandræðum í vörðin núna. En ná loks að koma boltanum út úr pakkanum þarna. Og Ívar Sigurjónsson í baráttunni og þá Kristófer með fallega sendingu fram á Ívar. Og hvað ætlar Ívar að gera? Nei. Klaufalegt þarna, rann aðeins til. Og því fór sem fór. Og já, þetta engast eiga Blikarnir. Og á morgun þá eru 2 leikir í sjó á almennadeildinni í 10. umferð. KR og Keflavík mætast og Grindavík og Valur. Og nei. Þetta er hornspyrna þó. Já, hérna. Það var Kristófer Sigurgeirsson sem að skaut þarna á marki. En Kjartan Sturluson varði stórglæsilega og Þóri Sigfússon væri sem bara sopa af vatninu. Já, ég held að hann ætti að gera það. Þetta, menn verða aðeins að kæla sig eftir svona. Og þá er það hornspyrnan. Og nei, þetta gekk ekki upp í þetta sinn. Það var Theodór Hervarsson sem reyndi þarna á hjólist. En svolítið langt frá því að hitta. Svo við sáum. Hér sjáum við færið á þann. Sjáum þið. Skotið hér. Það er Pálmi sem á skotið. En Kristófer. Ja, þetta er svona spurning um heppni og óheppni. Þessi bolti fer alla leið. Kjartan náði að verja þarna stórglæsilega. Kjartan Sturluson, markvörður. Misti boltan í fyrra skipti og síðan var hann stórglæsilega í síðara skipti. Hér Þórhallur Dan. Pressa, kallar Siggi Donna, þjálfari Breiðabliks. Og á koma Fylkismenn. Pressaðu meira svona. Það var smá svona stressandi öftustu línunni hjá Fylki við þessa pressu frá Blikum. Og á koma Breiðabliksmenn. Við erum að fara langt með hann. Spila losa fyrr. Já, þá heyrum við það. Losa bolta fyrr. Kjartan Einarsson allt og seinna að losa. Og þetta er aukaspyrna. Þetta er aukaspyrna á Breiðablik. Ekkert annað. Fjórða aukaspyrnan á Blika í þessu leik. Og sorry. Þá er það væntanlega Finnur. Tekur þetta. Og jú, kemur til með að lyfta boltanum hérna. Þeir eru mættir hérna Kristinn Tómasson og enn og ansi öflugur skallamaður. Og Bjarki, þeir geta klifrað þessi strákar. Og góður stónur bolti á Bjarki en ekki hitt hana nógu vel. Og Theodór að bjarga þarna á síðustu tundu. Boltinn var á leiðinni til Þórhallsdans. Og hér Kjartan. Og Kristinn reyna að koma boltan á Þórhallsdan. Já, gekk það upp.
Og þá afleidd sending frá Theodor Hervarssinu, beint út af. Eins og ég sagði fyrir þessari útsendingu þá léku IBVF og FC Lantana nú síðdegis í Evrópukeppni félagslegi forkeppninni. Leikar fóru 0-0 í Eyjum. Þar með er IBVF úr leik í Evrópukeppninni, töpuðu fyrir leiknum 1-2 í Eistlandi. En Skagamenn eru komnir áfram, þeir töpuðu 1-0 fyrir, réttast sagt 0-1, töpuðu fyrir FC Silex Makedóníu. Leikur fór sér fram ytra. IA vann fyrir leikinn 2-0 og fara því áfram samanlagt 2-1. Og síðan eru KR-ingar í Evrópukeppni bikarhafa. Það er í byrjun ágúst, mæta Mosír frá Rússlandi, Hvíta-Rússlandi. Það er öflugt fótboltalið, Mosír. Ég held ég farið með þetta nafn rétt. En hér sjáum við Þóri Sigfússon. Hann er áhyggjufullur staðan, hér 0-0 og þetta fer rétt að bráðum að vera hálfnað í fyrri hálfleik. Menn sem eru á varamannabekknum hjá Breiðabliki eru kappar eins og Gunnlaugur Einarsson, Þórhallur Hinriksson og Vilhjálmur Haraldsson. Gunnlaugur, öflugur miðjumaður og þekktur fyrir sína glæsilegu aukaspyrnur. Þórhallur Hinriksson hefur verið að læða einu og einu en hann er ekki fundið sig undanförnum leikjum og því er hann á bekknum í dag. Hjá Fylki eru menn eins og Ásgeir Freyr Ásgeirsson á varamannabekknum og Halldór Steinsson, Sigurgeir Kristjánsson og Þorsteinn Þorsteinsson. Já, og hér kemur Ívar fyrir Breiðablik, Ívar Sigurjónsson. Og Pálmi. Nei, Enis Djokic ekki með góðan kalla þarna. Þá Kjartan Einarsson. Já, góður bolti og Ívar. Og hann losar. Það var Hákon. Og þá Pálmi. Og ekki kom skotið. Sendingin og Kjartan í baráttunni. Það er rángstaf. Það veifar rángstuð. Áfram Blikar, áfram! Áfram Blikar, áfram, segir Siggi Donna, þjálfari Breiðabliks. Áfram hérna! Já, Blikarnir eru öllu sterkari, svona aðeins, en þetta er nú svona nokkuð jafnt. Þetta sé nú svona, Blikarnir eftir nú eru búin að skora 1 mark í þessu leik. Og hér sjáum við Kjartan Sturluson, markvörð Fylkismanna. Þessi drengur er tvítugur, hann verður 21 árs, 27. desember. Og þá Sævar Pétursson, væntanlega brotlegur, nei, það er ekki dæmt á þessu aukaspyrnu. Heldur er hann í skriðtaklingum út allan völl og dæmt á hann. Og það er Garðar Örn, aðstofadómari sem dæmir á Sævar og eitthvað er hann að segja við Garðar Örn sem hann hefði betur látið ósagt. Og væntanlega fær hann gult spjald. Sævar Pétursson, sjáum hér. Já, Pétur gefur línuverði sínum með aðstofadómari merki um að bíða og síðan gula spjaldi á loft á Sævar. Já, menn eiga að sleppa þessu, það er alveg á hreinu, en eiga ekkert að vera að tjá sig eitthvað við aðstofadómara eða dómara. Svona sem á ekki að segja. Það á ekkert að vera því, menn eiga að kunna þetta, en það er rosalega auðvelt að vera hér fyrir utan og segja þetta þegar maður er ósáttur við dómgæsluna. Þetta er svona. Og Sævar, fyrsti maðurinn sem fær gult spjald í þessu leik. Það er best að merkja við það. Og þá koma Kristi Tómasson og félagar í Fylki. Svona smá úði hérna hjá okkur í Árbænum. Rigningarúði. Hins vegar ágætis fótboltaveður. Fínt að vera inn og renna sér eftir boltanum og svona. Og ef að völlurinn fer að blotna, grasið fyrir að blotta hérna töluvert, þá megum við sjá hraðan síðari hálfleik heldur betur.
Þá spýtist boltinn og kemur miklu meir hraði í leikinn og meiru mistök og svona hitt og þetta. Það ætti nú að opna leikinn. Hér Pálmi fyrir Breiðablik. Og Arnar náði boltanum að það á. Og Kristófer missir boltan út af. Og það er Fylkir sem á þetta yngast á þar að leiðandi. Ég er með hér nokkur úrslit úr Evrópukeppninni í dag. Eins og í Luxembourg þar sem Grevenmacher sem hætti KR í fyrra. Þeir spiluðu við Dynamo Tbilisi frá Georgíu. Leikar fóru 2-2. Og Dynamo Tbilisi fór áfram samanlagt 6-2 og það var ekki nema 500 áhorfendur á þessu leik. Engin nú ekki gott. Það voru minnst að kosti helmingi fleiri í Vestmannaeyjum í dag. Og þá kemur Enis Čokić og væntanlega á Breiðablik þetta engast. Já, Einar Guðmundsson með þetta alveg á hreinu á línunni. Og önnur og fleiri úrslit. Króatía Zagreb vann Tirana í Albaníu 2-6. Og samanlagt 10-2 fyrir Zagreb, Króatíu Zagreb. Og Siggi Donna, þjálfari, hann er með svakalega rödd drengurinn. Það heyrist hérna öll alveg lengst upp í hverfi þegar hann er að kalla. Já. Og hann var ekkert úr þessu svo. En það er gaman að hlusta á Sigga Donna. Úrið svona öllu rólegir í þessu. Minnstu hvort hann ekki er raddsterkur eins og Siggi Donna. Þessi bolti fer, nei. Jæja. Baráttan heldur áfram, Blikarnir eiga þetta innkast. Og Ívar. Og þá Kristinn Tómasson fyrir Fylki. Og mikil barátta hér. Já. Ásgeir gerir þetta vel. En sendingin var ekki eins góð. Ásgeir að vinna ágætis bolta þarna en vantar svona endanútin á þetta. Og hér Ívar. Og Þórhallur Dan. Og sjáu þið nú, fylgist þið með þessu dreng. Sjáu þið? Já, það er bara látið vaða. En Blikarnir hérna sterkir fyrir. Enis Čokić. Og Pálmi og Arnar Gretarsson lítið borið á Arnar í þessu leik. Sem á að vera hugsuður Blikana á miðunni á að dæla boltanum. Hingað og þangað. Eða dílónum. Og maður sletta aðeins. Á mata samherjana á góðum sendingum. Og þá Finnur Kolbeinsson. Já, góð sending. Út úr þessu kalla Blikar. Og þá Kjartan. Já, ágætlega gert. Og hann með langaða sendingu hér sem er þýðingalítil. Og hann er svona aðeins farin að hella úr sér hérna. Það er svona komið, þessi úði er svona að verða, já, svona meiri rigning. Og það er spurning gömlu þurrkurnar hérna á bílum sem við sittum inn í. Jæja, við sjáum þetta ágætlega. Fylkismenn koma hér upp vinstri kantinn. Þetta er ekki, trúið ekki að þessi leikur fari 0-0. Það þýðingaði mikið fyrir bæði lið að taka 3 stig úr þessari viðureign. Þetta eru liðin í 9. og 10. sæti deildarinnar. Og eins og að flestir vita þá falla 2 næstu liðin. Og eins og staðan er í annarri deildinni núna þá eru það Fram og Skallagrímur sem fær upp. En ég veit að Þórsarar og Þróttarar eru á allt öðru máli. En þau lið koma þarna á næstu grösum. Þórsarar með 15 stig. Hér Sævar Pétursson. Og hvað gerir hann? Hann rennur honum hérna út. Og þetta var dálítið klaufalegt hjá Ívari. Hann átti að renna boltanum þarna. Og Theodór, nei. Og Ásgeir fyrir Fylki. Þórhallur. Nei, ekki góð sending. Og væntanlega verður, nei, það var muna litlaðri dæmt þarna á Kristófer. Hélt þarna utanum. Og þá Sævar. Og þá Hákon. Já, þetta er aukaspyrna, já.
Ekkert annað. Aðalsteinn Víglundsson gaf allt til kynna sem að segja þarna með þessu látbragði sínu. Ég meina það að hann hefði ekki komið nálægt. Já. Óli! Það er hægt að meiða sig töluvert. Kjartan getur nú þrumað heldur betur með vinstri fæti. Og það er spurning hvort að hann lætur ekki bara vaða. Eða hvort það verður Arnar Gretarsson með sinn hægri fót. Þetta er nú aðeins hægra megin við, þannig að þetta er betra fyrir vinstri fóta leikmann. Jú, Kjartan ætlar að þruma. Pétur búinn að reka varnarmenn Fylkis frá, 9 metra frá, 9,15 metra. Og þá er það skotið frá Kjartani. Nei. Já, laust var það. Og þá heldur sóknin áfram. Arnar Gretarsson! Og hann missti þetta aðeins frá sér. Finnur nær að sparka boltanum frá. Og síðan Þóroddur Dan í baráttunni. Theodór. Og Theodór gerir þetta vel. Hákon, alveg aleitt. Kemur hér upp kantinn. Og þetta er rangstaða. Kjartan Einarsson var þarna í færi. Fekk bolta frá Ívari en kolrangstaður. Enda fór hann nú alveg skelfilega illa með þetta færi sem hann fekk. Kjartan Einarsson. Náttúrulega negla hann í marki þó að það hefði ekki verið á rammanum. Hér sjá þjálfari Breiðabliks. Fyrir lögregluþjónn á Akranesi. Núverandi þjálfari Breiðabliks í Kópavogi. Og maður sem er orðið Íslands og bikarmeistari með IA hér á árum áður. Siggi Donna kallaður á Skaga. Hér Bjarki Pétursson, fyrrum Skagamöður, sem gekk til liðs við Fylki nú í sumar. Fyrir nokkur leikjum. Og gerir þetta, áfram með leikinn. Rangstöðunni þarna á Bjarka. Og eitthvað gengur mönnum illa að hemja bolta núna. Er átt að segja á því að það er búið að vera að rigna á honum undanfarnar mínútur. Þá Þóroddur Dan. Og Kristinn. Og Karda Klía nær þessu bolta. Karda Klía hefur nú ekki þurft að reyna mikið á sig í þessu leik. Það verður öllum meira reynt á Kjartan Sturluson. Og hér Enir Čokić með innkastið. Já, boltinn út af Arnari Gretarsinni. Og Enir Čokić kemur aftur. Var í IR þessi piltur. Og Ásgeir. Og Aðalsteinn Víglunds. Og þá Arnar Gretarsson. Þetta er bolta dálítið klaufalega út af en þó gat nú kannski ekkert tekið þetta öðruvísi. Og Bjarki og Theodór eigast við. Gömlu Skagamennirnir. Og Bjarki í baráttunni þarna. Og Ívar síðan. Ómar Valdimarsson hefur miklu betur. Og Finnur. Þetta er svona fram og tilbaka núna. Loks Ívar hérna vinstri kantinum. Og hvað gerir Ívar? Sjáum þetta hér. Og. Þetta er aukaspyrna á Ívar, segir Pétur. Hann ætlar að spjalda Ívar. Ég var nú til að fá að sjá þetta aftur. Dæmið er nú, góður áhorfendur. Þetta er bara, já ég verð að segja það. Þetta er undarlegt að spjalda manni fyrir leikaraskap. Hann missir bara einfaldlega jafnvægið. Ef það átt að dæma eitthvað, þá átt að dæma vítaspyrnu þetta. Það er ekkert flóknara það. Við sjáum þetta hér enn og aftur. Sjáu þið? Sjáu þið þetta? Hérna fara þeir í hann. Já. Þetta er bara víti. Þetta er bara víti en Ívar fær gult spjald í staðinn hjá Pétri Sigurðssoni og áframheldur leikurinn í stöðunni 0-0. Og hér koma Fylkismenn. Tómasson, nei Þóroddur Dan hann reyndi að fá boltan. Sævar fyrir Breiðablik, Hákon. Og þá Kjartan.
Nei, vel gert hjá Bjarka, komst þarna á milli. Og þá Tjokic, en slæm sending sem var ætluð Bjarka og þá Ívar Sigurjónsson. Pittur. Og þetta var dálítið klaufalegt hjá Hákoni Sverris. Það er búin að losa bolta miklu fyrr. Gata, Kristinn Tómasson. Og Kristinn fellur dálítið tilbaka í þessum leik, eins og við höfum séð. Ég veit ekki hvort að Þórir hefur breytt því eftir að tala um mig eða eitthvað. En þá eru þeir Bjarki og Þórhallur Dan hérna sem eru framar. Og við það fellur Kristinn tilbaka aðeins, Kristinn Tómasson. Og það verður úr þessu! Arnar! Og mikil barátta. Og síðan loks hérna boltinn sendur á Bjarka Pétursson. Og þetta er hindrun, já. Þetta er ekkert annað en hindrun. Það getur réttu stað. Pétur Sigursson dómari, sjáum þetta hér aftur. Hér Kjartan. Já, mönnum bara frittir fann út um allt. Já. Það er að gera, vel ekki geta þvælast fyrir mér. Eða þannig sko. Og þá kemur Ásgeir Ásgeirs, Bjarki. Þetta er mikil barátta eins og við höfum fengið að sjá til þessa. Og einhvern veginn læðist á grunur að manni að þessi leikur ráðist á einu marki. Hér skaut Þórhallur Dan að marki. Fyrsta skot Fylkis að marki Breiðabliks í leiknum kemur úr 37. mínútu. Sem er hægt að skrá hjá sér. Og þá koma Blikar. Ómar Valdimarsson sterkur hérna í vörninni á Fylki. Og eiga markaboltana. Og þá verður þessu Kjartan. Kjartanbolta frá Ásgeir. Og Ásgeir. Nei. Var vel barist þarna hjá Kjartani. Og síðan er það Hæruddín Kartaklía. Markvörður Breiðabliks. Og sá er að reka sína menn fram. Heldur betur. Og þá Kristófer Sigurgeirsson. Fyrir Blika og Ívar. Ívar er mikið í boltanum, Sævar. Og Kjartan. Nei, náðu ekki að losa. Arnar. Og Pálmi með góða, nei, já. Meiningi var ágætt en Kristinn komst á milli. Síðan Hákon missi boltan frá sér. Svona óþarlega. Hefur getað tekið hann nær sér ef hann hefur verið teknískari eða hitt betur á hann þarna. En ekki þetta sinn og hér Theodór. Nær boltanum. Duglegur Theodór Hervarsson. Búinn að vinna vel í þessu leik. Og þá Kjartan Einarsson. Og Kjartan með þrumuskot en bolti rétt framhjá. Já. Þrumuskot hjá Kjartan Einarssoni og gott skot. Og hann er alveg verðskuldað drengurinn að þessi bolti hefur verið í markinu. Sjáu þið, snýst sér hér vel. Tekur hann síðan bara og þrumar að marki. Kjartan Sturluson var nú við öllu búið hann í markinu. Og hann er búinn að taka markspyrnuna. Það var 15 skot Breiðabliks að marki Fylkis manna í þessu leik. Og hér er dæmd aukaspyrna á Breiðablik. Það er Ólafur Stígsson sem tekur þessa aukaspyrnu. Kristinn, Ólafur. Blikarnir pressa vel hérna öftustu línuna hjá Fylki. Og Kartaklía. Þetta er svona einu boltandi sem Kartaklía þarf að reyna við. Það kom einhver svona háar sendingar inn í teginn. Það er ekki reynt eins mikið á hann eins og Kjartan í marki Fylkis. Og hér Kjartan Antonsson. Já, Blikarnir eigingastig. Lítið eftir af fyrri hálfleik. Og stuðlarnir á þessu leik á lengjunni. Allt til að segja frá því fyrir þá sem voru að tippa á lengjunni í dag eða í gær. Að það fást 2,65. Það er stuðlinn og heimasigur.
2,70 á jafntefli og 2,0 á sigur Blikana í þessu leik. Sem segir manni að það er svona fleiri sem reikna með því að Breiðablik sigri þessu leik. Þó nokkuð háir stuðlar á þessa leiki, á táknin á seðlinum. Og á leikina á morgun, eins og KR Keflavík, þá er ekki 1,15 á heimasigur KR en eins og 7,70 á sigur Keflavíkur. Sem segir manni allt sem segja þarf að það er nánast enginn sem reiknar með því að Keflavík vinni KR á morgun. Og ef að það yrði og einhver myndi tippa á það, þá yrði hann vel ríkur. Það er að segja, ef hann hefur hina leikina þá rétta. En það fórst 4,0 fyrir jafntefli á KR og Keflavík á morgun. Þetta er hæsti stuðullinn í þessari umferð, 10. umferð í deildinni. En 2 leikir hafa farið fram í umferðinni fyrir þó nokkru síðan. Þegar að Stjarnan tapaði fyrir IA 0-2 og það var 16. júní. Og sama dag vann IBVF Leiftur 4-1 eða 1-4 á Ólafsfirði. Þetta hefur nátt að vera aukaspyrna, mínum mati. Sótæklingun getur ekki á sama máli og hér Bjarki. Og þá Kristi Tómasson. Kjartan gerir þetta vel. Og kemur hér með boltan og... Nei, sendingin afleitt. Og þá koma Fylkismenn. Það er eitthvað aðeins að létta til hérna í Árbæri núna. Það er bara að sjá í bláan himinn hérna. Mávegis. Og þá Kristinn Tómasson. Nei, ekki góð sending. Hann sé of mikið að flýta sér fram á vist. Hann verður að reyna að spila dálítið í fæturna. Það er að senda of mikið þessa háu bolta. Og sem einhverjir ráði ekki alveg við það. Og hér Kjartan Sturluson. Og Hákon Sverrisson fyrir Blika. En Ómar Valdimarsson með þetta alveg hreinu í vörninni á Fylki. Og þá Kjartan. Og Aðarsteinn. Og já, þetta er svona fram og tilbaka og hálf erfitt að vera að lýsa þessu. En eins og við séð undanfarna mínútu, þetta er mestmegnis bara barátta í þessu leik. Og vantar svona að menn bara að spila svona, ná svona 5-6 sendingu sín á milli. Svona almennilega fótbolta. Og hér, þetta er fínt. Að lofa mér skuti góðu hjá Fylkismönnum. Hún er góðu taktar þarna. Þá koma Breiðabliksmenn. Ívar. Og Kjartan. Og Kristoffer. Hvað ætlar hann að gera? Og þá Pálmi. Hann á þessa sendingu. Og Hákon. Nei. Markbyrna. Ég veit ekki alveg hvort að Hákon ætlaði að skjóta þarna eða senda boltan en boltinn skoppaði hann á blautu græsinu þannig að Hákon var að teygja sig í boltan og grunar nú einhvern veginn að hann hefði ætlað að skjóta marki. Það var að Kjartan Sturluson. Markvörður Fylkis. Jájá. Og þá Enes Tjokic. Aðastur Víglunds. Og Sævar Pétursson fyrir Breiðabliksmenn. Og þetta er bara, það er bara nelt í næsta mann og út af. Sjáum við Kristinn Tómasson. Hann hefur lent í svona einhverju svipuðu eins og Siggi Donna þjálfari Breiðabliks. Það eru farið með vélinn á höfuð á honum. Og þá, já, þetta var ágætis skot. Arnar Gretarsson, hann getur þetta. Hann að gera miklu meira af þessu. Að láta bara vaða markið. Þarna tók hann með vinstri bara, en Kjartan varði vel. Gott skot hjá Arnari. Skaut hérna með blautu grasinu og að gera nota það. Boltinn spýtist og erfitt fyrir markvörðina að reikna slíkt út.
Og þá kemur Pálmi. Fyrirliði Breiðabliks. Og. Já. Jæja, Ásgeir, gerði þetta vel. Þá Kristinn. Spurning hvort við fáum mark hérna fyrir lok fyrri hálfleiks. Það ekki nema núna 50 sekúndur eftir samkvæmt klukkunni. Og Kartaklía, já, ekki vandræði með þetta. Lítil ógnun á þessum bolta. Og þá Arnar. Og Ásgeir, stuglegur hérna á miðunni. Þá Theodór Hervarsson. Sjáum Pétur Sigurðsson dómara. Þarna áttustu við Enes Djokic og Kjartan Einarsson. Og ekkert dæmt. Áfram með leikinn. Ómar Valdimarsson skallaboltan. Og Sævar. Og Ómar fyrir Vilki og þá kemur Andri. Komur hérna hægra megin núna. Og góð sending hér á Kristinn. Eða svona, allt í lagi. Hann með boltan hérna fyrir og Kartaklía í skóarferð. Vissi ekki alveg hvað hann var að gera þarna í tegnum en heppni var með honum í þetta sinn. Heldur betur. Og þá kemur Arnar Gretarsson fyrir Breiðablik. Síðustu sekúndur fyrir hálfleiks. Það getur nú ekki verið mikið tafir hjá Pétri Sigurðssoni. Það er ekki trúið því. Það er svo kannski mínúta eða svo. Bolti hér út af. Já. Og Pétur farin að líta á sína gluggu. Pétur dómari og Kristi Tómasson kemur. En Sævar duglegur. Og Djokic. Rángstað. Einar Guðmundsson með þetta á hreinu og línunni. Sjá Einar. Morsvellingur. Og hann er í kjúklingabænum sem sagt. Og við gætum nú ekkert að flýta sig að taka þessa rángstöðu. Bara hafa þetta 0-0 í hálfleik og peppa sér svo saman inn í klefa. Koma grimmari til síðara hálfleiks. Það gera Fylkismenn líka. Þjálfararnir Þórir Sigfússon þjálfari Fylkis og Sigurður Halldórsson þjálfari Breiðabliks. Þurfa örugglega að lesa vel yfir sínum mönnum í leikliðinu. Fótboltinn hefur ekkert verið upp á marga fiskar sem eru spilað hér í fyrri hálfleik en það verður svona kaplar og kaplar. Og hér dæmt á Sævar Pétursson. Og þeir voru ekkert mjög ánægðir hérna á bekknum hjá Blikum, Sigurður Halldórsson og félagar. Þessa aukaspyrnu. En engu síður hún staðreind. Þó það sé nú ekki búið að dæma margar aukaspyrnu hér í fyrri hálfleik. Það ekki nema 13. 8 á Blika og 5 á Fylkismenn. Og hér kemur Ásgeir. Og Kjartan Antonsson. Og eitthvað eru tafirna meiri heldur ég hélt hjá Pétri Sigurðssoni dómara. Og aukaspyrna dæmd á... hún er dæmd á Finn Kolbjörnsson, Fylkismann. Og Blikar flýta sér, Kjartan. Og Pálmi. Og þá Sævar. Og flauta til hálfleiks. Leikklukka fór í 47-44. Fyrri hálfleikur. Og staðan 0-0 hjá Fylki og Breiðabliki. Og ef þetta verða leikt til mála þá verður þetta verður stöðu til 2,70 en Kristinn Karlsson er komið hér með Sigurður Halldórsson í viðtal. Sigurður Halldórsson, hvað viltu segja mér leikinn núna? Já, ég tel að við erum að leiða í hálfleik og við erum fá færi til þess og ég held að ég þurfa að leiða þetta smá hluti í seinni hálfleik og vonandi dugar það til þess að setja inn mark. Var þetta vítaspyrna að þínu mati? Já, tvímælalaust og ég vona þegar við náðum þessu þokkalega upp, þannig að við sjáum það svart á hvítu. Blikar að koma svolítið í gangluna unnu síðasta leik. Eru þeir að komast í þá æfingu og síðan það leik sem þú vildir?
Já, sko, síðustu 4 leikir, einn tapleikur og síðustu 4 leikjum í deildinni og svo þessi núna. Vonandi fer hann vel, hann skal fara vel og ég tel að við séum að styrkjast og eflast. Hvað ætlarðu að segja við strákana í hálfleik? Það náttúrulega alveg hernaðarleyndarmál, sko. Þakka fyrir drífið til þína manna. Já, það hernaðarleyndarmál, sagði Sigurður Halldórsson, hvað hann ætlaði að segja við sína menn í hálfleik. Hann vildi fá vítaspyrnu á Fylkismenn í fyrri hálfleik og skilja hann vel. Staðan 0-0 hjá Fylki og Breiðablik í hálfleik. Við komum með síðara hálfleikinn eftir nokkrar mínútur. En það ekki nóg. Þú voru að skora til þess að stigin komi til þín. Ef það verður jafntefli hér, þá er bara 1 stig á lið. En leikurinn síðara hálfleikurinn hafinn. Og við sjáum hér að við teljum upp. En Kristinn Karlsson hér kominn með Þóri Sigfússon í viðtal. Já, við bíðum eftir að heyra í Kristni Karlssoni. Hér í viðtali við Þóri Sigfússon, þjálfara Fylkis í Árbænum. Nýtekinn við. Þetta sé alltaf að vera klárt hjá strákunum. Þóri, hvað lagðirðu fyrir þína menn í hálfleik? Ég lagði það fyrir að við þyrstum bara aðeins að bæta sendingarnar innan liðsins og þá myndi þetta koma núna í seinni hálfleiknum því að baráttan og krafturinn í liðinu er í góðu standinu í fyrri hálfleik. Fylkismenn að fara að spila eins og þú vilt að þeir geri? Já, það allavega að koma svona smátt og smátt. Takk fyrir. Já, þetta að koma svona smátt og smátt, sagði Þóri Sigfússon. Vandar sendingarnar, baráttan í lagi. Já, það er alveg að taka undir það hjá honum að baráttan væri í lagi en sendingarliðin ekki alveg nógu góðu lagi. Vonandi fyrir Fylki að þeir bæti þetta í síðari hálfleik. Hér Hayrudin Kartaklia, nafn sem að margir kollega mínir og ég eigum í erfiðleikum með að bera oft fram. Nafn þessa ágæta leikmanns og góða drengs nú skammstafað, þannig, skammstafað, ritað þannig, það H-A-J-R-U-D-I-N, C-A-R-D-A-K-L-I-J-A. Já, Hayrudin Kartaklia. Þetta svona nokkuð þegar málið. Hér Kjartan Antonsson. Fyrir Blika óbreytt liðskipan frá því fyrir hálfleik. Einhverju varamann fengið að koma inn á í síðar hálfleikinn. Kom inn á í hálfleik. Og þetta já, innkast. Það var ekkert aukaspyrna eins og ég held. Boltinn út á, já, hörðu, Blikar eiga þetta. Bjarki Pétursson allt annað en ánægður með störf línuvarðarins þarna. En staðan í hálfleik staðan í hálfleik í leikjum á lengjunni eftirfarandi. Í fyrstu deild kvenna KR Valur 0-0 og IBA IA 0-2. Það verður leitt til mál að IA sigrar, þá stuðullinn 1,30. Hér aukaspyrna sem Pálmi tekur fyrir Blikana. Og lítið verður nú þessu. Theodor. Ekki góða hendingu og þá Andri Ólafur Stígs. Fín sending, eða hvað? Nei, alls ekki. Hún var bara beint á Hákon Sverris. Hann í Breiðabliki. Og þá Arnar Gretarsson. Og Sævar í baráttunni. Ásgeir. Og Kristófer. Já, meiningin var góð en boltinn flækti þarna vinstri fæti Kristófers. Þá Þórhallur Dan. Skemmtilega gert. Og Ásgeir. Og lætur náttúrulega bolta að fara aftur fyrir. Þetta hornspyrna, ég hélt á mér skusti. Ekki alveg á sammáli.
og engar sem að Fylkismenn eiga. Og þá koma Fylkismenn. Já, þetta var gott skot. Fínt skot. Og Kristinn Tómasson. Sjáum þetta hér. Já, bara láta vaða. Mörkin kom ekkert öðruvísi. Kardaklía með þetta á hreinu. Og þetta er þriðja hornspyrnan sem Fylkismenn fá í þessu leik. Og boltinn hér. Nei. Muna litlu Bjarki. Og mikil barða Kardaklía. Og þetta er mark! Það er mark! Það er mark! Já, Fylkismenn hafa skorað. Það er Ómar að ég held. Ómar Valdimarsson skorað þetta mark á 51. mínútu. 1-0 fyrir heimamenn. Sjáum þetta hér, Bjarki Pétursson. Og þarna er boltinn skallaður, Kardaklía slær hann frá. Og þá aftur, jú, það er Ómar sem klifrar og skallar boltann í markið. Ómar Valdimarsson. Kemur Fylkismönnum í 1-0. Já. Fylkis nr. 4, gubbskallinn Unnar Valdimarsson. Og þá Þórhallur Dan og Ólafur Stígs. Næsti bæri við. Og Breiðabliksmenn sem voru töluvert betri aðilinn í fyrri hálfleik. Og þetta er gullspjald á hvern? Kristinn Tómasson. Fyrir brot á Sævari Péturssoni. Já, Kristinn að fá það gula. Já, markið hér enn og aftur. Kardaklía hefði nú alveg mátt reyna að grípa þennan bolta. En það er gott að vera vitur hérna fyrir utan. Og þá hefst baráttan að nýju. Kjartan Antonsson. Nú verða Blikar að taka sér saman í andlitinu. Stuðullinn á heimasiguru 2,65, þannig að fyrir þá sem voru tipp á lengjun í dag þá er þetta ágætis úrslit. Fyrir þá sem er tippuð á heimasigur tóku sénsinn á því. Þetta meiri líkur því að Breiðablik náði að sigra í þessu leik, en það er jú mikið eftir. Og hér var það Bjarnason í baráttunni. Á Bjarki. Og Þórhallur Dan. Hornspyrna. Já. Fjórða hornspyrna sem Fylkismenn fá. Líka búin að fá 2. Og þá kemur Ásgeir Ásgeirsson. Þetta er nú, þessi stað er nú kannski ekki, já, svona miðað við gang leiksins. En nú fer Ásgeir væntanlega að fá gula spjaldið ef að hann drífur sig ekki að þessu. Nei, hann fekk tímann og þá kemur Arnar Gretarsson. Já, kemur hér alveg upp alla völlin og, nei, þetta er beint Ómar. Skemmtilega að hafa þetta innan liðsins. Og þá komu Fylkismenn og Þórhallur Dan og Kardaklía. Gerði þetta vel, las þetta vel. Og gríti boltanum fram á Arnar og þá koma Blikar bara aftur. Ívar hleypur átt upp í horni og fær boltan. Gott hlaup hjá Ívari. Nei, sendingin ekki góð. Hlaupið var gott. Þurfti að fá hann að utanfótar. Og Fylkismenn byrjar að hvetja sína menn á pöllunum. Hér sjáum við markið enn og aftur. Ómar Valdimarsson að skora eina markið í þessu leik. Til þessa. Ég sagði hér í fyrri hálfleik að
Það getur nú alveg eins farið þannig að það yrði bara 1 mark sem myndi skilja þessi lið að. Það lið sem skoraði fyrst myndi sigra og hér Sævar Pétursson. Nei, tók ekki boltan alveg með sér og þá Kjartan Antonsson fyrir blikana. Og Kristófer, en þetta var máttlaust. Og Kjartan Sturluson alveg með þetta á hreinu. Grípir boltanu hér fram. Björki Pétursson og þá Hákon. Hendi. Þetta kallar þú hendi svona á venjulega en Pétur ekki á frammáli. Og Hreiðar Bjarnason hann í baráttunni og hafði betur. Kjartan og Kristófer og Arnar. Og þá kemur Kristófer. Vel gert hjá honum. Og þá Ólafur Stígs. Og Andri. Nei, það reynda var ekki Ólafur Stígs, þetta Finnur Kolbeins þarna. Það er að segja. Pálmi hér, með innkasti. Og þá Kristófer. Þetta er nú aukaspyrna. Já. Aukaspyrnuna skal taka aftur, segir Pétur Sigurðsson. Sjá Kristófer Sigurðsson var í KR í sumar, skipti yfir í Breiðablik á miðju tímabili og hér! Það reyndar eftir nokkra leiki bara og ekkert á þetta. Og Hreiðar var hann í baráttu við Þórold Dan og Þórold Dan hafði betur og hér Pálmi og Kristófer og þá kom Ásgeir Már Ásgeirsson og þrummaði boltana hann út af og þá kemur bara nýr bolti í leikinn á ný og Ómar liggur hér. Nei, staðnavætur. Vinnum þetta sama hér grænir, sagði einhver bliki. Úti! Og þá var það innkastið. Og hornspyrna. Já, blikar fá hér hornspyrnu. Hér á Árbæjarvelli. Og þetta er 3. hornspyrnan sem Breiðabliksmenn fáið þessu leik. Þeir hafa átt miklu fleiri skotað marki heldur en Fylkismenn. Fylkismenn á 2, skorað úr 1. Það er ágætt, það er fín nýting. Og Sævar Pétursson með sendingu hér á Kristófer. Og óöfðan að Kristófer rann blautu grasinu. Og þá Pálmi á í höggi við Þórold Dan. Og Þórold Dan duglegur. Þóri Sigfússon klappa fyrir sínu manni. Og mikil barátta hér. Dæmt á Ómar fyrir hrindingu. Dæmir á fyrra broti þarna. Pétur, dómari. Og þá drífaði sig Breiðabliksmenn. Kjartan. Allt og seinna á losaboltan. Allt og seinn. Og Bjarki. Og þá kemur Ásgeir. Og Þóroddur Dan hleypur hérna utan með og fær boltan. Og nú er bara að taka mannin á. Og þrumuskott glæsilega varið hjá Kardaglía. Vel gert hjá Þóralli og Kardaglía. Já, bara að láta vaða markið. Þetta er vel gert hjá báðum og Kardaglía er að segja hjá Þóralli Dan og Kardaglía markverði Breiðabliks. Og hornspyrna sem Fylkismenn fá. Og þarna var það Theodór Hervarsson að skalla bolta frá. Og Ásgeir fær boltan aftur. Vel gert. Stórhættulegu bolti. Og þá Kjartan fyrir Breiðabliksmenn Ívar. Blikarnir leika á móti smá gólu hérna á Árbæjarvelli. Það er nú ekki mikið. Á nú ekki að hafa áhrif á leikliðana hér. Hér Kjartan Antonsson. Svo við varamannabekk Breiðabliks. Og það er innkast. Hér sjáum við Sigur. Þrýsta á þetta núna, pressa. Maður leys, nær alveg Sævar. Já,
Hann vill fá pressa á þetta. Sigurður. Bara að taka á alveg strax. Þá Hreiðar. Hann skalla boltana þarna bæði skiptin og Finnur! Og Bjarki! Óheppinn þarna Bjarki Pétursson. Það var góð meining hjá honum. Góð meining hjá Bjarka. Og þá Kristófer og Hreiðar og Þórhallur Dan. Blikarnir heitum horni hér undanfarnar mínútur og Þórhallur Dan. Þetta er hér bolta fyrir. Og Arnar. Og Pálmi. Hvað ætlar Pálmi að gera? Ekki góð sending. Og þá kemur Þórhallur Dan. Þá þurfa Blikar heldur betur að vera fljótið tilbaka. Því hann er margra manna makinn en þetta drengur og vá! Sjáuðu þetta! Hann getur skotið, hann er fljótur og leikinn. Og þarna var hann óheppinn. Þeir eru ekki lengi að jafna Blikana í skotunum Fylkismenn. Bæði lið búin að skjóta 6 á marki. Og Þórhallur Dan búinn að vera núna tvisvar nærri því að skora. Og hér Arnar Gretarsson og Finnur Kolbjörnsson. Ásgeir, gerði þetta vel, Ólafur Stígsson. Nei, Hreiðar tekur boltann hérna og á Kristófer. Það vantar hérna og þá hleypur Pálmi hér upp í hornið. En Ólafur Stígsson gerir vel varnarlega. Ívar fær boltann. Og já, boltinn hér. Það byggir sér út af. Finnur sem að sendi boltann út af. Finnur Kolbeins. Og þá hornspyrna sem Breiðabliksmenn fá. Fjórða hornspyrnan sem Blikar fá. Fylkismenn búin að fá 5. Það jafnræði með liðunum en hins vegar hafa Fylkismenn skorað eina markið í þessu leik. Spurningin er hvort að Blikar jafna þetta núna. Bjarki. Og skallaði hann að bolta vel frá og þá Þórhallur Dan. Já, Bjarki, nei. Vel gert hjá Theodór Hervarsinni og Kjartan kemur þá. Og Arnar. Markspyrna segir Pétur. Ég var nú til í að fá að sjá þetta aftur. Hér sjáum við sendinguna. Nei. Þarna var Arnar aðeins að reyna að fiska. Og á Ásgeir. Baráttu við Pálma og boltinn af Pálma út af. Jájá. Þá kemur Ólafur Stígsson. Og ég sé það að Sigurður Halldórsson er að fara að skipta hér inn á. Og Hreiðar. Og þá Karta Klía. Jájá, þetta er hansi tæft hérna hjá Blikum. Og þá Arnar Gretarsson. Og Ívar! Er hann að sleppa inn fyrir eða hvað? Nei. Þarna vildu Blikar reynda að fá hendi. Og ekki. Kölluðu það hér í kringum okkur. En það hefur nú verið strangudóm. Hér Pálmi. Og Sævar. Dæmdi aukaspyrnu Pétur hérna. Ánotaði hagnaðarregluna vel. Pétur Sigurðsson dómari. Athugaði hvort að sendingin ræðslega leið. En hún gerði það ekki. Það var skiptast í Sævar. Og Sævar Pétursson er á leið af velli. Skipting. Og þeir sem eru að koma inn á. Já, Ívar er líka að koma út af. Og það eru leikmenn nr. 13 og 16 sem eru að koma inn á. Og heita Halldór Kjartansson, nr. 13. Og Þórhallur Hinriksson, náttúrulega nr. 16. Einbeita sig Fylkismenn ákveðnir.
Þórhallur er snjallt strákur. Það eru þeir drengir líka sem fóru af velli. Spurningi hvort að þetta herbragð heppnast hjá Sigurði Halldórssoni. Sævar og Ívar fór út af hjá Breiðablik og Halldór Þór Kjartansson nr. 13 og nr. 16 Þórhallur Hinriksson. Og eins og við sjáum þá gengur þetta ekki alveg hjá Blikunum. Hálfmáttlaust. Það er þýðingarmikið fyrir Fylkismenn að sigra í þessu leik. Eins og ég hef getið áður í þessari útsendingu, þeir eru með aðeins 3 stig í næsta sæti og eini sigur þeirra í deildinni var í fyrsta leiknum gegn Breiðabliki í Kópavogi og sá leikur fór 1-6 fyrir Fylki. Ekki meira en minna. Sá Þóra Tinnursson. Komur hér tilbaka í vörnina til þess að verjast þessari hornspyrnu Fylkismanna sem Finnur Kolbeinsson tekur. Og þá... Já, nei, það var alveg á mörkunum þetta. Við fengjum annað mark í þetta. Þetta var innkast á Fylkir. Hvað er í gangi þarna? Hreiðar fékk smá högg á höfuðið. Pétur dómari aðtók hvort það væri ekki allt í lagi og áfram með leikinn. Og 25 minútur til leiksloka, 24 reyndar. Og dæmt á hvern, Enes Čokić. Já, dæmt á hann fyrir hrindingu. Þá koma Breiðabliksmenn. Sjáum það að Halldór kemur hér fram. Kjartan fer í senterinn, það er að segja í staðinn fyrir Ívar. Kjartan fer af kantinum og fram fyrir miðlinu. Og hér Bjarki! Nei! Það var bara upp í garðinu með frá. Já, hér. Andri Martinsson í dauðafæri bolti skopparaði fyrir honum. Eða hvað? Nei, hann bara lyfti honum svona smekklega upp í garðinu með frá. Og hér kemur! Þetta var Halldór sem var þarna á sprettinum. Og hér Pálmi. Og þá Kjartan Einarsson. Og Halldór. Nei, þessi sending ekki góð hjá honum. Og á Þórhallur Dan. Ólafur Stígs. Mikil barátta. Og Kjartan. Og Kjartan, hvað ætlar hann að gera á boltann? Og þá Arnar Gretarsson, losaði hann út úr þessu Kjartan og þá Arnar og Kristófer og þá Theodór. Nei. Og Theodór Hermansson! Nei! Og boltinn aftur fyrir. Já, hérna. Markspyrna, sjáum þetta hér aftur. Arnar sendi boltann inn fyrir á Theodór sem þrumar að marki boltinn í stöngina. Nær niðri og rúllaði síðan óheppinn hérna Theodór Hermansson. Já, hérna Blikar óheppnir, Fylkismenn heppnir og Kjartan Sturluson fyrir sér til sæla með að staðan er ennþá 1-0 fyrir Fylki. Og þá kemur Arnar. Já, var þetta í 2 tæklingum. Og Finnur Kolbeinsson, já, duglegur, gerði þetta vel. Og Ásgeir. Já, nátt á bolta ganga. Og þá Ólafur Stígs. Og Ásgeir. Já, vel gert. Og Þórhallur Dan á hlaupinu hérna. Sjáiði. En það vantaði nú samir þarna. Og Halldór og þá Pálmi. Og Arnar.
Frá Pálmi. Þetta bakrynding og Ómar Valdimar. Hér verið að dæma á Þórhald Dan. Það að dæma hana hérna aftan. Alltaf til. Og hér Pálmi. Blikarnir að taka þetta núna eða hvað? Þeir að koma sterkari inn hér. En það vantar að reka endanútin á þetta. Og vel gert í Ásgeiri. Duglegur hérna. Ekkert á þetta segir Pétur. Hiss á því. Og hér Kjartan. Og hér menn á þeir brjálæðir. Finnur Kolbjörnsson að klagaði Pétur. Það smá harka komin í þetta. Og Kjartan Sturluson. Markvörður Fylkis róar þetta aðeins. Og eitthvað renna að ræða saman Pétur og Finnur á miðjunni. Og það spurning. Það að gerast núna í leiknum hvort að Blikarnir að taka þetta. Og hér rifið í Arnar og þetta gult spjald. Það Ásgeir Ásgeirsson sem fær gula spjaldið. Það eru tveir komni með það gula hjá Fylki. Það var peysutók, það má ekki. Og þá Hákon Sverrisson sem tekur aukaspyrnuna. Stutt hér. Og Theodór. Og á Hákon aftur. Og nei, þeir voru tveir þarna. Og Kjartan í ævintýra útlöpu átti aldrei möguleika þennan bolta. En skallin framjá, við sjáum þetta hér aftur. Góður bolti frá Hákoni Sverris. Og það spurning að tala þetta saman aðeins. Arnar svona hálfparti fyrir. Bæta við öðru marki segja þá Fylkismenn. Og hér Kjartan með þessa markspyrnu. Hákon og Arnar. Og Arnar núna koma meira og meir inn í þennan leik. Og hér kemur Kristófer. Og ágætis sending en það vantaði hann svona kannski samherja. Það var svona fínni hæð og allt svoleiðis. Góður snúningur og vantaði hann einhvern til að fylgja þessu eftir. Finnist Sigurður Halldórsson fara að skipta inn sínu þriðja leikmanni hér. Bara fleiri menn í sóknina. Og vel gert hér hjá Kjartani Antonssoni. Og Halldór gerir þetta vel. Og síðan Andri Martinsson hreinsa frá. Og það Pálmi, Blikarnir sækja núna. Spurningin náður að setja markið eða refsa Fylkismenn með einu skyndiupplaupi og marki. Það gerir stundum þegar maður pressar mikið og vill jafna metin og þá fær maður eitt á sig ódýrt tilbaka. Hér sjáum Sigur Halldórsson og væntanlega hann mjög áhyggjufullur. Sýnir það á öllu. Og þá Kjartan þannig að gera það boltan. Leitar að samverðu til að senda boltan á. Og hér Enes Djokic. Senda boltan frá. Og aftur Kjartan. Og nei, þetta Sturluson. Kjartan Sturluson. Hann kallaði það oft og snjallt þarna Kjartan. Gefur sér nægan tími í þetta. Og þessi bolti farinn. Ég sé það Gunnlaugur Einarsson að koma inn á í treyju númer 14 hjá Blikum. Og hver að koma út af? Hákon! Það Kjartan sem að koma út af. Já, hérna. Gunnlaugur Einarsson að koma inn á.
Og Kjartan Einarsson kemur út af, miðjumaður inn fyrir sóknarmann og þá breytist þetta aðeins. Halldór fer fram. Og Kristófer kemur væntanlega til með að liggja meira frammi líka. Kemur þá minna tilbaka en hefur gert og hér Arnar Gretarsson. Og hann leggur boltan upp í hornið á Halldór. Hann missar á boltanum. Og þá er það spurningum Þórattan hann á hinum megin. Þá er Kjartan Einarsson. Taka þessu legglíðunar og þetta. Hlífir mönnum. Það er núna 15 mínútur til leiksloka. Og ef að Fylkir nær að sigra þessu leik þá fara þeir í 6 stig. Og Breiðabliksmenn eru reyndar líka með 6 stig eins og Keflavík en Fylkir er með betri markatölu heldur en Breiðablik og Keflavík. Þannig að Fylkir fer í úrfallssæti, fer í 8. sæti. Þess ber að geta að Keflavík er aðeins með 7 leiki. En Breiðablik er að leika sinn 10. leik núna og Fylkir sinn 9. Þannig að Keflvíkingar þurfa nú ekki nema að vinna 1 leik til þess að skilja þessi lið aðeins svona eftir. Þannig að 3 stigin sem eru hér í boði í þessu leik eru dýrmæt og sama hvort liðið fær þau eru dýrmæt á báða vegu. Og hér er Kjartan Sturluson markvörður Fylkis. Þetta langa útspark. Og Þórhallur Dan. Og á Enes Djokic. Fín sending hjá honum. Og Kristína glæsilega varið hjá Kartaklía. Vel varið hjá Herudín Kartaklía. Já. Sá náðu að taka þetta niðri. Og eitthvað fát á blikanum hérna aftarlega. Þá kemur Arnar. Og nei, þessi sending ekki góð. Og Fylkismennirnir náttúrulega bara hreinsað út úr bakkanum. Og hér Kjartan. Þessi sending afleitt. Og Aðalsteinn Víglundsson rumma boltanum sömuleið tilbaka og þá kemur Kjartan aftur. Það var annars eins. Og nú er boltinn settur fram og það er dæmt á Bjarka Pétursson hérna fyrir brot á Kjartan Antonssoni. Það er gaman að sjá Pétur Sigurðsson dómara nota þessar nýju reglur. Hagnaðarregluna. Þeir fá rýmri tíma til að nota hana. Hvort þetta gengur eftir eða ekki. Hér sjáum við skotið á þann. Glæsilega varið á Kartaklía. Og hér Halldór og Kristófer. Og sendingi hér. Nei. Og Hákon Sverrisson. Og Þóroddur Heimilsson hann í baráttu. En Ómar Valdimarsson var þarna sterkari. Munaði hér. Þá sáum við Þóroddur nú hérna Pétur dómara. Leikarnir vildu fá vítaspyrnu dæmda í fyrri hálfleik. Og lá ég það ekki en hins vegar hefur Pétur alveg haft ágætis tök á þessu leik. Fyrir utan þetta gera allir sín mistök, dómara sem og leikmenn. Og þarna Þóroddur Hinriksson að missa boltann út af. Og nú fer þetta styttast fyrir blikana að jafna þennan leik. Nú eða þá að sigri honum. Og hér Ásgeir og Bjarki. Og menn liggja hann að flatir út alla völl. Já. Og Þórhallur. Þetta er aukaspyrna. Já. Og hér Halldór, hann missir boltann. Og þá Kjartan Antonsson. Þórhallur Dan, pressar hann. Og Theodór. Kartaklía og Reiðar fær vantanlega boltann. Pálmi býður hérna úti. Fær hann. Og þá Gunnlaugur.
Og Gunnlaugur með góða sendingu hér á Halldór. Og Halldór. Æ, vantar þarna aðeins. Og Ómar þrjumar boltann yfir fram beint á Hreiðar. Og hann á Kjartan þá. Það er rétt rúma 10 mínútur eftir. Og Kjartan Antonsson. Já. Og þá er bara skotið og boltið framhjá. Sigurður Halldórsson að gefa bendingar til sinna manna að spila út á kantana. Teygja á þessu. Ekki vera að fara alltaf upp miðuna. Og Þóri Sigfússon hinum megin. Kalla til sinna manna að berjast og þessi lítið eftir. Var að líta á klukkuna núna Þórir. Dálítið stressaður. Sýnum öðru leik hér sem þjálfari Fylkis. Og hér Halldór munaði litlu. Missi boltan Ólafur Stígsson gerir þetta vel. Og þá aðast Víglundsson. Góð skipting á honum yfir á Bjarka. En Bjarki hérna til klaufi eða óheppinn að ranna á blautu grasinu og þá koma blikarnir. Og hér Gunnlaugur, nei það er íþróttahúsið. Boltinn í vegginn á íþróttahúsinu þarna og markspyrna sem sagt frá marki Fylkis. Já, Gunnlaugur, hann getur nú skotið þessi drengur, heldur betur. Við höfum oft séð það hér í fótboltanum í Íslandi. Búinn að skora mörg falleg mörkin úr aukaspyrnum sem dæmi. Og hann var nú óheppinn með skotið hérna með það sem oft hefur séð til hans. En hann er jú öllu sterkari með hægri fætinum heldur en þeim vinstri. Og þá Kjartan. Hendi vilja Fylkismenn fá á Arnar þarna, fá ekki. Pálmi kemur hér, hlaupinu. Og nei, þarna vantaði einhvern mann inn. Það var góður skalli frá Arnari Grétarsinni inn fyrir. En það vantaði einhvern til að fylgja þessu eftir og þá boltanum þrumma fram á Þórólfsson. Og hann hafði betur gegn Kjartan Antonssoni. Á lítið eftir, 8,5 mínúta eftir. Fylkismenn kannski að innverða hér þrjú dýrmæt stig. Og ef þetta verður líkt málað þá, fyrir þá sem hafa tippuð á lengjun í dag, þá er heimasigur mikið sem 2,65 á stuðlinum. Stuðlinu 2,65 og heimasigur. En fyrir IBVF og Lantana sem áttu við Evrópukeppnin í dag, það fór 0-0. Stuðlinn þar 3,20 og jafntefli. Já, og Vestmannaeyingar úr leik. FC Sílex vann IA í Evrópukeppnin í dag 1-0. Skagamenn komnir áfram, Vestmannaeyingar úr leik. Það var 1,70 stuðlinn á heimasigur FC Sílex. Og nei, ekkert að þessu og Arnar. Á, rendi boltanum hann vel út og þá sendingi fyrir. Nei. Þessi sending var ekki góð. Og Kjartan Sturluson ánægði með þetta í markinu hjá Fylki, en þessi drengur ekki ánægði með þetta. Kristófer Sigurgeirsson ánægði með þessa sendingu sína. Gerir örugglega betur næst. Já, Hreiðar og þá Hákon. Og Þórhallur. Nei, ekki góð sending. Tæmsending og Ólafur Stígsson bara þrumar boltanum fram. Vinna tíma. Spila, sagði Þórir. Kallaði til síns manns inn á vellinum. Hafði nægan tíma þarna Ólafur. Byggir spil og taka bolta niður og byggir spil. Gerði ekki, þruma hana bara beint. Þá Gunnlaugur. Og hér Pálmi. Líka vilja fá aukaspyrnu og vilja fá innkastið líka. En fá hvorugt, því Fylkismenn fá innkastið. Já. Hér Þórhallur Dan. Hann gæti ekki alveg séð við þremur.
Og hér Enis Kokic, Sjokic eins og á berðuna fram. Það er svona hljóð, Sjokic. Og þá Kjartan. Já, þá sparka langt. Og Þórhallur Dan skalla boltan bara aftur fyrir og vinnur dýrmætar sekúndur fyrir Fylki. Þórhallur Dan Jóhannsson búinn að vera tvisvar sinnum nálægt í að skora í þessu leik. En Kartaglía hefur séð við honum. Þá Arnar Gretarsson fyrir Breiðablik, Gunnlaugur og Pálmi. Nei, misskilningur þarna á þessari sendingu. Þórhallur Dan. Já, og þá koma Fylkismennirnir. Kristinn, 3-4. Nei, ekki lengur. Ekki lengur. Þetta var klaufaleg sending hjá Kristni. Hann var allt of seinn. Og Þorvaldur Hinriksson hann með. Og Bjarki! Nei. Það er enn og aftur garðarnir hann upp frá. Já. Það er að passa sig á þessu, Breiðabliksmenn. Þeir eru fljótir, geta verið fljótir að refsa þessi drengir, Bjarki Pétursson og félagar í Fylki. Og á Gunnlaugur í baráttunni, vinnur þetta en Andri. Og þá Þórhallur Dan Jóhannsson á móti Hreiðari. Þarna vantaði mann. Bjarki var kominn aðeins og innarlega. Og Garðar aðstofadómari með þetta alveg innu. Náttúrulega á Veifar innkast sem að liggja dregu. Hér sjá skoti hjá Bjarka hátt yfir. Hann tónum þetta niðri. Og hér Arnar. Vildi fá aukaspyrnu þarna hjá Pétur dómara en það er ekki. Og þá Halldór. Fyrir þetta skemmtilega. Nei, sparka boltanum á langt frá sér og þá Þórhallur. Nei. Senda hann þarna og senda hann tilbaka á Pálma. Þá Kartaglía. Og Kjartan. Hákon. Pálmi býður hérna uppi. Það er ekki boltan. Og Halldór kemur vel tilbaka og fær hann. Og þá Pálmi. Og Arnar. Meiningi var góð hjá Halldóri. Þurfti svona aðeins meiri snúning á þetta. Boltinn var óvinnalega. Og Kjartan þakkaði fyrir svo og greip þennan bolta 3 mínútur eftir. Og Fylkismenn að innbyrða sinn annan sigur í deildinni. Og þeir unnu einmitt Blika í fyrstu umferðinni 19. maí 1-6 og hafa síðan tapað öllu leikjum síðan. Og hvað er að gera hér? Arnar Gretarsson. Hornspyrna sem Blikar fá. Það er hver að verða síðastu fyrir þá að jafna þennan leik. Sjá Arnar Gretarsson. Þá Kristófer. Þeir eru búin að fjölmenna tilbaka. Fylkismenn allir nema Þórhallur Dan Jóhannsson eru við vítategin. Og þá Hreiðar og Kjartan. Og þarna reyndi Þórhallur Hinriksson ævintýra spyrnu. Tókst ekki eins og við sáum og Bjarki fær boltan hérna frá Þórhalli. Þá kemur Gunnlaugur. Langa sendingu hér á Halldór. Og þennan bolta á Fylkir. 1,5 mínútu eftir af venjulegu leiktíma. Og Pálmi Haraldsson fyrir Breiðablik. Hreiðar, Gunnlaugur. Kjartan. Og þá kemur Hreiðar. Og
Boltinn hér út af og það eru Blikar sem eiga innkastið. Næsti leikur hjá Fylki í deildinni er á heimavelli gegn Stjörnunni. Og nei. Þarna var Theodór kominn öðru sinni í færi en tókst ekki að skora. Theodór Hervarsson. Já, Fylkismenn eiga Stjörnuna á heimavelli í næstu umferð, 1. ágúst, 11. umferðinni. Breiðabliksmenn eiga Grindavík á heimavelli. Þannig að það verða án efa hörkuleikir og Keflavík sem er í botnbaráttunni einnig á heimaleik gegn IA. Hér Hreiðar í baráttu við Þórodd Dan. Þetta er að verða búið hér í þessu leik. Og minna á leikina sem er á morgun í deildinni. KR Keflavík á KR-velli og síðan Grindavík og Valur. Báðum þeim leikjum verður lýst beint á Bylgjunni. Og það vonandi að leikmenn fara að skora 3 mörk í leik. Þannig að fáum 100 skalli frá okkur á Lengjunni, Stöð 2 og Bylgjunni. Og það er aðeins langt síðan að við afhendum 100 skon á þessu síðast. Nú var að útbýta þessu leikmenn sjó almennu deildarinnar. Og hér er Þórhallur Dan. Og nei, Pálmi. Leiktími liðinn eins og við sjáum. Nýlegu leiktími liðinn. Venjulegu leiktími liðinn. Ólafur Stígsson hér með innkastið og Fylkismenn gefa sér næga tíma. Já, þarna vildu Blikar fá dæmt á varnarmanninn. Pétur Sigurðsson dómari á allt öðru máli. Þórður Hinriksson eitthvað að tjá sig við Pétur. Og hér aftur Víglússon með þessa spyrnu. Boltinn aftur fyrir endanvörk og ég held að Aðalsteinn hafi nú alltaf tíman ætlað að gera þetta. Ekkert að vera að senda neitt á lausa bolta. Hann bara trumaði eins og við sáum. Og þessi bolti er út af. Og flauta til leiksloka. Lokastólur hér, 1-0 fyrir Fylki. Við minnum á heimaleik Fylkis 1. ágúst á móti Stjörnunni. 1-0 fyrir Fylki gegn Breiðabliki hér í beinni útsendingu hjá okkur á sjónvarpsstöðinni Sýn. Og Kristinn Karlsson er að fá þjálfara Fylkismanna í viðtal til sín. Og hér guldspjald á hvern? Á Karta Klía. Hann er að fá guldspjald eftir leik. Og hann heldur áfram. Eitthvað að tuði Pétri dómara. Þýðir ekki neitt. Harjutinn Karta Klía með guldspjald fyrir ykkur mótmæli. Það er spurning, Kristinn, hvort að þú ert ekki tilbúið með Þóri Sigfússon í viðtal. Já, Þórir, það hlýtur að vera miklu fargi af ykkur létt. Þið hafið unnið leiki í 9 umferðir og nú kom það aftur á móti Breiðablik. Já, strákarnir eru náttúrulega búin að bíða lengi eftir þessu og ég er með ánægði fyrir þeirra hönd að þeir hafi náð að losna úr viðjum þess að vera alltaf að tapa öllum leikjum sem þeir spila. Þetta var náttúrulega kannski, eins og ég vissi, þetta var baráttur leik, tveggja neðstu liða og það er kannski ekki með fallegu fótbolti en þetta var bara baráttu upp á að ná í þessi 3 stig og þau kom í dag. Framhaldið, nú er þið Stjörnuna næstu þekki og á að halda áfram á sömu braut. Já, ég ætla rétt að vona það að strákarnir hafi nú fengið aftur smjörþefinn á því að það er hægt að vinna leiki í fyrstdeildinni á Íslandi. Og við skulum bara, eins og ég segi, vona það að við höldum áfram á sömu braut en það er náttúrulega bara 1 leikur í einu. Takk kærlega. Já, þarna var Þóri Sigfússon í viðtali á Kristni Karlssyni. Fylkismenn með þessum sigri hér lyfta sér upp 2 sæti, fara í 8. neðsta sæti. Eða 8. sæti deildarinnar, ekki 8. neðst, heldur 8. sæti deildarinnar af 10 liðum. Voru í 10. sæti. En Blikarnir eru núna í neðsta sæti og Keflavík í 9. sæti. Öll þessi lið hafa 6 stig. En Keflvíkingar í 7 leikjum, Blikar í 10 leikjum og Fylkismenn í 9 leikjum. Förum að ljúka þessari útsendingu okkar hér á sjónvarpsstöðinni Sýn. Ég minni enn og aftur á útsendinguna annað kvöld á Bylgjunni. KR Keflavík, Grindavík Valur í þessari 10. umferð. Og aðeins að segja ykkur frá